Komið þið sæl og verið velkomin í handboltakvöld. Í þessu þætti ætlum við að fara yfir fyrstu leikina í undanúrslitum karla en þar tóku Haukar á móti IBF helgina og Valur tóku á móti Afturlendingu. Með mér til að fara yfir þessa leiki eru Lúter Gesson og Ingvar Örn Ágústsson. Strákar, komið þið sælir. Sælir. Blessaður. Þetta fer skemmtilega á stað, þessi úrslitakeppni. Fengum 2 frábæra leiki. Veislan heldur bara áfram. Eftir 8 liða úrslitin sem að allt gekk á þar og bara ekki minni veisla núna. Ef við byrjum bara í Hafnarfirðinum á Haukar IBF. Hvað er hægt að segja þennan leik? Hann var náttúrulega mitt persónulega mat, hann var bara veisla bara frá A til Ö þú veist þetta flauta leik gerast hlé á leiknum bara eftir 5 sekúndur af því að Hvítu Riddararnir áttu eftir að stimpla sinni í leikinn og svona og frábær stuðningur bara þú veist á pöllunum og leikurinn sjálfur geggjaði það var allt mér finnst það frábær Ég er gaman að þessu klósipappismáli. Er fólk ekki að taka þessu alvarlega? Já, Menn voru á Twitter að tala um að þetta væri ótakt og þurfti að taka á þessu en ég minni er ekki allt í lagi að hafa svona. Ég ætla bara að vera ósammála því með öllu. Sissi kom að yfir og bara léttur og bað Viktor framkvæmdastjóra IBF að slaka aðeins á bara með gæjanum og málið dautt, þú veist. En það voru ekkert allir rólegir yfir þessu. Maður sá eins og samskiptamiðlum eða samfélagsmiðlum að fólk var að pirra þess á þessu. Þetta er engin óvirðing af leikinn. Það er Við viljum hafa læti. Voru þeir ekki bara, Hvítu Riddararnir, voru þeir ekki bara að svara kallinu? Það er búið að vera að peppa þá upp síðustu daga og síðustu vikunar. Ætlið þið að mæta, hvernig verður stemmingin hjá þeim og þú veist, búin að vera svolítið að rífa þá upp. Algjörlega. Þeir koma bara og svara, Það vakti líka athygli á samfélagsmiðlum að einhverjir sem voru með söngvatt með sér á leiknum, nokkra kalda. Það er ekki nóg að taka af þeim þegar maður vísa út úr húsi, er það ekki svolítið hart? Ég veit ekki hvernig reglunar eru. Taktu bjórinn á manninum en ekki vísa honum út úr húsi. Já, ég veit að þegar ég fer í gestur á íþróttahús, hvort sem ég er að fara að horfa á blakleik, 5-leika eða hvað sem er, að ég má ekki vera með áfengi með mér. Þú veist, ef ég er bara upp í stúku. Hvað finnst þér? En ég segi, vitum við hvað allar forsendur við að sögðu þeir eitthvað voru dónalegir, ég veit það ekki, skilur við, eða varum hent út fyrir að vera með áfengi með sér, ég veit það ekki, þú veist. Og það er verið að selja á einhverju leikjum, skilur við, einhverjum svona betri stofum og hvað það heitir allt, VIP og eitthvað svona. Ég veit það ekki, það er, þú veist, við vitum ekki, kannski hefur einhver verið dónalegur og sagt eitthvað eins og segja, en þeir eru það kannski að vera með söngkóli með sér að reka út í þér. Þeir eru kannski svolítið ungir mikið af þessum mönnum, þannig að þeir eru kannski eiga kannski til að kannski að missa einhver svona ljót orð út úr sér sem er kannski óþarfi, ég veit ekki hvað það hafi verið. En mér skrítið eftir svona leik að fókusera á þetta, skilur. Ég er bara mitt mat. Skemmtilegur leikur, kaflaskiptur, gat fara á hvort veginn sem var, 2 skemmtileg lið. Haukar vinna undan með einhverjum 5-6 mörkum en manni fannst það kannski ekkert endilega að gefa rétt að mynda leiknum að Haukar að vinna þetta svona þægilega því að Eyjamenn voru í þessu alveg í 50 mínútur. Já. Og bara virkilega góðir í fyrri hálfleiknum, bara mjög góðir, ekkert síðri heldur en Haukarnir Ég held að bara verið að koma heimamönnum bara svolítið á óvart hversu sterkir voru. Það sem að einkenndi þetta bara byrjaði strax einhvern veginn á fyrstu mínútu bara baráttan í leiknum, bara þú veist slagsmálin, þú veist þegar menn voru að koma sér bara fyrir henn og línunni. Hefði mátt veifa rauðum kortum í þessu leik? Aldrei Nei, manni fannst það nú horfði ég á leikinn í sjónvarpinu og manni fannst svona þarna hefði nú alveg mátt lyfta upp rauðu. Já, ég er mjög feginn í svona leikjum að leifist smá meira. En dómararnir virtust einhvern veginn aldrei missa tökin. Nei. Þetta var líka rosalega gott fyrir þennan leik að hafa þetta dómarapar á leiknum af því að dómararnir eru búin að vera að fá það óþvegið á samskiptamiðlunum, ekki endilega bara frá fjölmiðlum, heldur bara á Twitter og Facebook frá handbolta
frá Loga Geirs og líka bara frá almenningi sem bara að tala á Twitter og Facebook. Fólk pyrra sig mikið á dómgæslu. Og hún búin að vera rosa neikvæð öll dómara umgjörð, umfjöllunin. Þarna svaraði Heimir og Siggi voru bara góðir. En við getum líka sagt að þetta var svolítið leikur hornamannina því að svona þeir leikmenn sem stóðu upp úr Theodor hjá IBF með einhver 100 mörk, maður bara hættur að telja. Hann var eini leikmaðurinn hjá IBF eftir 20 mínútur sem hefði skorað í seinni hálfleik. Þá var hann og svo Hákon Daði hinum megin með 10-11 mörk. Já. Hákon alltaf góður á móti IBF. Já, þessi leiki sem hann hefur spilað á móti IBF, hann var búinn að vera solid undanfari, hann var góður í 2 leikjum á móti Akureyri líka. Já, líka, þú veist, þetta ekkert, þú veist, ég held að allir fjölmiðlar hafi farið svolítið á stað og tóku viðtal við hann svona, þú veist, var þetta ekki erfiður leikur að spila fyrir þig og svona, þú veist, hann svona á jörðinni. Þetta hunderfitt fyrir hann að spila á móti IBF. Já, það hunderfitt fyrir hann viðurkennir það ekki og þetta ungur strákur og hann að tækla þetta frábærlega, sko. Með keppa mútið bróður sín og mútið bílum þeir. Já, nokkulega. Maður sá myndir úr leiknum þar sem hann bara, þú veist, þeir eru bara í kless á gólfinu saman, skilur að berjast. Örugglega ekki fyrsta sinn sem þeir slást. Nei, og bara slást og þetta hunderfitt fyrir gæjan og hann var geggjaður í þessum leik, sko. En ég meina heilt yfir vinnur að mínum að þetta betra liðið og góð markvarsla á lykilköflum og, þú veist, þeir sigla þessu. Eins og segir bara á tímabili hélt maður að Hauka væri að fara að taka þetta en þeir voru bara líklegir stóran hluta leik sem allan fyrir áleik en já, svo eru Haukarnir bara eins og segja alltaf drullu góðir. Þeir eru svo vél, þeir einhvern veginn, þeir panika aldrei og þeir bara svona malla áfram. Já, ég held líka sko að þegar svona komið aðeins inn í seinni hálfleikinn, þetta náttúrulega rosalega eins og við sáum, þetta rosalega hraði í þessum leik, það rosalega mikið slagsmál og læti, þetta tekur á sko og ætli bara IBF liðið hafi ekki bara verið orðið aðeins þreyttara, bara svona undir lokin, það var bara þú veist. Já, ég veist að Haukarnir sé allavega meiri vél. Já. Skilur eins og Þorsteinn segir, það bara þannig Haukarnir þeir geta rúllað og mannskap og þeir eru bara með það, þú veist en þetta verður geggja einvígi. Já, þú veist, ég sé þetta ekki að fara bara í 3 leiki, þetta bara þetta geta orðið eitthvað algjört bíó. Við skulum kíkja aðeins á og höldum áfram umræðuna hvað menn segja eftir leikinn. Við erum með Agnar Smári Jónsson, Agnar Smári Jónsson, og Heimir Óli Heimisson. Við skulum heyra hvað þeir sögðu. Agnar Smári, rosalegu leikur. Já, þetta var hörkuleikur sko. Hvað eiginlega svona gerist hjá ykkur í seinni hálfleik? Það virtist svona í upphafi seinni hálfleiks einhvern veginn eitthvað dett út hjá okkur. Já, ég meina, það kemur hann að 6 marka sveifla sem bara alltaf stór sveifla í svona leikjum sko. Það náttúrulega underdog hérna og allir bettar eru á Haukana, ef þetta ekki allar rétt sko. Þannig að 6 marka sveifla mútið svona alltaf stórt. Þegar maður verður að spá í svona næstu leiki þessara liða, þetta verður rosalegt. Já, þetta er náttúrulega hörkuleikir sko. Þetta 2 klassalið hérna. Þú veist, þetta er fyrsta 4. sæti. Þannig að maður býst ekki inn en öðru. Þetta er bara stál í stálina. Hvað finnst þér að svona persónulega megi laga fyrir Eyjaleikinn? Það er bara, við þurfum að rúlla í gegnum þetta og sjá hvað þurfum að gera vel og hvað þurfum að bæta. Þannig að ég veit ekkert hvað ég get sagt núna sko. Það fylgdu stuðningsmenn ykkar hérna til Eyja, þeim að vísa einhverjum 2 út á meðan leikstóð, leikurinn stoppaður rétt eftir að hann byrjaði vegna tósipappís og eitthvað. Á hverju eiga Haukarnir vona þeir mæta því ég? Þeir eru snarki ekki ánægðir með það. Það hefur sýnt og sig og sanna að Haukarnir vilja ekki hafa stemmingu í þessu húsi þar sem að þeir koma inn fyrir leikur syngjandi og það er bara dundrað upp einhverju döfsteð ógi í græðunar sem enginn enn að hlusta á og vísandi mönnum inn sem reyna að hafa gaman. Það er bara, það sýnir sig og sannar að við erum með langbestu stuðningsmannasveit á landinu. Þetta er Hvítu riddararnir, þetta er bara að toppa rækinn. Takk fyrir þetta, Gangi. Takk fyrir það. Heimir, heimasigur, það er náttúrulega nummer 1 og 3. Þessi leikur, hann var reynd rosalur. Já, það var ekki bara skemmtilegur fyrir áhorfendur og alla, þannig að það var bara frábært. Hvað breytist hjá okkur í seinni hálfleik? Þið komist ekki yfir fyrir upphafi seinni hálfleiks? Já, við komist einum að yfir það í lok fyrri, en bara í
fórum að spila betur. Við komum smá svona, ég veit ekki, passífur í byrjun leiks. Náðum vörðinu upp og náðum svona smá killer í okkur, þannig að við vorum bara flottir eftir það. Það var rosalega mikið stimpingar og læti. Ég veit ekki hvað leikurinn voru oft stoppaður út af stimpingum. Hvað gekk á eiginlega? Það er bara að saga á milli liðana. Þessi lið eru búin að kljást núna undanfarin að verða 3 ár og bara, þau hata hvort annað, á góðan hátt, byrja að vinna ekki fyrir hvort öðru, en það er slegist þegar inn á völlinu komin, þannig að það er bara frábært. Verður það svoleiðis áfram? Já, pottþétt. Við búumst við því alveg fullkomlega og en eins og ég segi, þetta er alltaf góðu nótunum, menn heilsast og eru góðir og innir eftir leik, bara berjast fyrir sigrum, það er nummer 1, 2 og 3. Mikið sem að þið finnst þurfa að laga fyrir Eyjaleikinn? Já, það er alltaf. Núna bara förum við og skoðum það sem við þurfum að bæta og hvernig við getum bætt okkar leik og það er bóttið hellingur sem við getum gert betur. Við bara eigum helling inni, þannig að við erum flottir. Takk fyrir það. Já, strákar, með þennan fyrsta leik, næsti leikur Eyjum, hvernig sjáum við fyrir ykkur að þetta einvígi komið til með að spilast? Ef við byrjum kannski þér, Ingvar. Já, ég held að það getur fara alla vegu. Haukar gætu stólið næsta leik og þá myndi ég segja einvígi verið bara búið. En þetta getur líka bara farið í eðlilegan sigur IBFC í næsta leik í Eyjum og fullt af sósupapir út á gólfi og 5 leikir og maður veit ekkert, þetta getur farið alla vegu, ég laka til. Já, kannski kemur Haukaliðinu vel að Gunni Magg þekkir ágætlega til í Vestmannaeyjum og virðist vita svona alveg upp á ár hvað vopn þeir eiga. Ég meina hann er náttúrulega, hann er náttúrulega öllum hnútukunnur og allt það, maður fyrir einhverja klísjur og Hákon þekkir nú sömuleiðis. En ég held að það sé ekkert kannski úrslitatrykk í þessu skilu, þetta verður bara örkuleikir og næsti leikur Eyjum verður bara fáránlega skemmtilegur og ég býst alveg látum þar. Eyjamenn með heimavelli og með fáránlega góða stuðningsmenn og syngja þessi Eyjalög og hvað þeir gera þarna á Gæsáðinn og já, en Gunni Magg klári leikinn skilur með sína menn, það er klárt. Ykkur við þetta bæta Lóter? Það er bara eins og hann Heimir Óli var að segja á hann að handboltalega séð þá verður þetta bara áfram bara fætingur. Þetta verður bara slagsmál. Þeir sjálfur eru ekki tilbúinir að segja hvort liðið standi uppi sem sigurvegari. Þetta er bara hvernig dagsformið. Núna eru bara allir í sjúkraþjálfun eftir síðasta leik. Sérstaklega Heimir Óli því hann er latur og feitur segir Gaupi. En það er bara, það er bara að vera að tjafsla mönnum saman og koma vöðunum í gang og þannig að blóðstreymi verður bara rétt bara þegar það verður flautað til leiks á morgun og það er bara, þetta er bara spurning það sem getur breytt svona leik er bara ef annar liðið fær rautt spjald eða eitthvað sem við getum bara velskið Kannski áhugavert sem mér finnst og kannski virðingavert við Haukana að umræðan kannski í aðdraganda einvígisins á móti IBF er búin að vera neikvæð á Hauka. Það er búið að tala að þeir hafi tapað viljandi í öðru leik í Akureyri og Goggi Gítrius Markúnus er komin í eitthvað verkfall. Hverjir töluðu um það? Þetta var nú inn á einhverjum miðlunum, handbolti.org til dæmis. Getur ekki respekt á Haukana fyrir það að þessi umræði virðist ekkert vera að fá á? Þeir fjölmiðlamenn sem hafa umgengist Gunnar Magnússon og Haukana. Nú vitum við alveg að þetta er kjaftaði, það er ekki því að tapa vilja. Þess vegna veit ég ekki að hverju er verið að taka þetta inn í umræðina, en þeir sem þekkja það, Haukaliðið og Gunnar Magg, þeir fjölmiðlamenn eru ekkert að setjast niður og ræða það hvort að hann hafi tapað viljandi eða hvort að Haukar eigi eftir að borga Morgunars eða hvernig sem skilur. Ég held að Morgunars myndi frekar hafa mætt á Akureyri, verja svo brjálæðingur og láta sig svo hverfa skilur. Þetta er bara bull skilur. Ástæðan fyrir að ég minnist á þetta er að því að þetta er náttúrulega, það eru ungi strákar þarna líka og einhvern veginn mér finnst virðingavert hvernig þeir hafa gert sannlega að láta þetta sem vindum eru þjóta. Já, ég held bara að Haukurinn sé drullu sama hvað einhver segir það á einhver stað Þetta var óvægið, það er alveg sama hvað lið á í hlut. Í þessu tilfelli var það Haukar. Þetta er óvægið svona umræða að taka svona umræðu á einhvern eitt lið og demba öllu þess á það lið í miðri úrslitakeppni
alveg sama hvort það eru Haukar eða Valsmenn eða hvort það hefur verið IR í úrslitakeppninni. Þetta mjög óvægið, sko. Já, en menn eru bara að búa til umræðu held ég og reyna að setja eitthvað svona stjórnbolta á stað. Ekki, já. Hversu skildi sér það, sko. En sko, nú er búið að tala mikið hvað umræðan í kringum Ólisteildina sé góð og vissulega búið að vera mikil umræða, líflegt á Twitter og allir að tala og hashtagga Ólisteildina og handbolta og ég veit ekki hvað. En er gott að umræðan sé svona mikil ef umræðan er að mörgu leyti byggð á einhverju kjaftaði? Viljum við ekki frekar hafa bara svona sanngjarna umræðu sem er sannleikanum samkvæm en ekki eitthvað kjaftaði sem er bara gripið úr lausu lofti? Það hefur verið mikið það í úrslitakeppninni. Eru menn ekki bara að fara svolítið fram úr sér? Byrja vel skiluru og allir með og eitthvað og kannski þessu tilfelli Logi skilur sem að kom öll á stað og keyrði þetta í gang. Hann var búinn að segja það, hann ætlaði að gera það og hann ætlaði að gera það á nýju Íslandsmeti og ég held að hann hafi gert það. Ég held að hann hafi slegið Íslandsmeti en menn er kannski að fara svolítið fram úr sér. Ég held að öll umræða sé góð, skilur, þetta er gott fyrir handboltan en það er gott að fólk fatti þá hvað er rugl og hvað ekki og ég held að eins og segir það komi ljósa menn vita alveg hvað er bull og hvað ekki held ég, heilt yfir auðvitað er menn ekkert í verkvalli og tapa viljandir er alltaf bara bull, kannski komist eitthvað svona farið við það en bara var ekki þannig. Við kíkjum núna á seinni leikinn, Valur Afturelding. Afturelding tekur fórustuna í þessa umvigi og ef við horfum bara kannski á stöðun í deildinni má kannski færa rauk fyrir því að þetta sé óvænt, eða hvað? Já, þú veist. Þeir voru samfærandi á móti FH Afturelding. Já, ég held að Afturelding sé að fara að vinna þetta einvigi. Það er bara, ég hafði þá tilfinningu fyrir hann leik, eitthvað með svona daginn fyrir leik og þeir eru með Jóhann Gunnar Einarsson og hann var X-faktor á móti FH. Tók bara 2 laus skot í gólfið og inn hérna á móti FH á loka mínútunum og já, þú veist. Og Pinnonen frábær. Já, hreyfingar í honum sem eru bara ekki í Ólisteildar klassa, einhvers staðar langt fyrir ofan. Já, ég eins og segi, það er eitthvað mikið með þeim núna. Ég er bara, maður sá það með þeim, stemningin í stúkunni, stemningin í liðinu, spilamennskan, þú veist, einhvern svona, eins og þú veist, þegar ég sá það móti FH í smótarleikarna. Það var eitthvað þarna, eitthvað svona, eitthvað ævintýri, eitthvað. Sammála þessu? Já, þeir áttu stúkuna. Það heyrðist miklu meira í áhangandum Mosfellsbæjar heldur en Vals. Samt gaman að sjá, það voru allar, þú veist, það voru búið að rúlla út öllum stúkum, allar hringinn og það var ekki fullt, en það þarf að vera heldur mikið þegar það er fullt. Það var svona, það var búið að setja hópa inn á alla palla. Sem að voru svona ryðgaði fastir bara, en þú veist, það gefur sér líf. En sko, það sem ég finnst kannski furðulegast í varðandi þennan leik og fyrir þennan leik er umræðan, það veist, enginn vera að pæla í kannski spilanlegum eiginleikum liðana heldur voru allir að pæla í hvort að Óli Stef myndi spila. Þetta hefur truflað Valsmenn, ger ég ráð fyrir? Ekki umræðan. Ég held að umræðan hafi ekki truflað Valsmenn, eða þú veist, ef þú ert að tala leikmennina, liðið. Já. Ég held að umræðan sem stendur í MB11 á inn á 51.is eða vísir, skilurðu, á Óli Stef, ég held að það var kannski mest truflað á að hann hafi verið með. Eða þú veist að þeir hafi bara fengið staðfestingu á fríð frá þjálfarinn og það yrði kallað á hann. Hvað spilaði hann mikið? Spilaði hann 3 mínútur eða 4 eða? Hann spilaði nú töluvert undir restina, hann kemur inn á hann í nokkra sekundur í byrjun seinni hálfleik þegar þeir eru manni færri. Ég held að hann hafi tekið þátt í 3 sóknum sko. Og hann sýndi alveg takta, hann tók hérna sendingu fyrir aftan bakstóðsendinguna sko. Veit ekki hvort hann sýndi eitthvað sem að einhver valsmaður getur ekki sýnt sko. En hvað þýðir það? Með fullri virðingu fyrir Óla, okkar besta handboltamanni fyrir að segja. En hvað þýðir það til dæmis þegar þeir eru í þeirri stöðu á móti Aftureldingu yngvar að þú veist, Geir Guðmundsson sem er einn af þeirra lykilmönnum bara settur á bekkinn og Óli Stef kemur inn og búinn að taka 2 æfingar. Er þetta ekki ákveðin skilaboð? Já, ég veit svo sem ekki allar forsendur í þessu en það er hægt að líta á þetta á mörgum liðum minna. Óli Stef er lifandi góðsögn. Að vissulega, það er enginn að taka það. Og er einhver albesti leikmaður samtímans bara í handbolta, einhver albesti íþróttamaður sem við höfum átt og allt þetta. Hann er, 43 ára gamall? 43 ára þessu ári. Já,
Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað maður að finnast það. Ef þú værir Óskar-Bjarni, hefðirðu Ég væri reynda til í Óskar-Bjarni einn dag. Við værum allir til í það. Já, ég er bara að vera ruglgaman, sko. En ég veit ekki, þetta er mest að sérstætt. Neikvætt að jákvætt, ég veit það ekki. Ég held að sé jákvætt upp á umfjöllun, Óli Stef bara meðskilu. Fyrir mér er þetta svipað eins og ef að Talant Djudjibaev væri bara að spila með Milan í fyrstu deildinni næsta ári. Bara nýhættur, skilu, ekki núna heldur þegar hann nýhættur. Hann er svona aðeins verri en Óli, skilu. Það væri svona svipað, það væri skrítið, það væri aðalmaðurinn einhvern veginn, væri bara að taka skot á hlið og eitthvað, bara liggjandi í loftinu. Ég veit ekki. Forsendurnar held ég hafi ekki verið upp á hjá valsmönnum að taka hann inn til þess að fá fleira fólk í húsið, sko. Nei, ég held að Óskar-Bjarni sé ekki að geta eitthvað það var enginn að pæla í því. Hann er meðan til að nota hann, skilur við. Hann heldur að geta hjálpa liðinu. Geir er náttúrulega ekki 60 mínútum maður í dag. En er þetta ekki bara út af því Ómar Ingi er átt? Ómar Ingi, hann er átt? Nei, ekki alveg, það er meira sem spilar hann inn. Óli var ekki með ef Ómar væri klár. Nei, þá er það sem en það er meira sem er að. Við höfum séð Ómar Inga áður vera þetta alveg út úr liðinu, en forsendurnar núna er að Geir getur ekki spilað 60 mínútur, hann er tæpur. Þeir vilja halda honum heilum, líka það að hann er komin á atvinnumannasamning og annað. Þeir get ekki tekið stóra sénsa með hann. Þannig að þeir þurfa kannski, og Danni er meiddur, hann er ekki, þú veist, hann er ekkert með. Þá erum við komnir sko með 3 leikmenn sem eru eiginlega bara át úr liðinu. Þannig að þess vegna er Óli komin inn, ef að Danni og Geir hefðu báðir verið klárir til þess að vera á skýrslu, þá er ég ekki viss að þá væri Óli ekki að spila. Nei, þá hefðu þeir ekki kallað á hann Óla. Haldið að hann verði með í næstu leikjum, Óli? Það er meira bara, það er aðeins meira, sjúkarlistin er aðeins meiri hjá Valur núna heldur en Ómar Ingi. Mér finnst einhvern veginn bara svona umræðan hafa verið, þú veist, og Óskar-Bjarni í rauninni byrjaði þetta sjálfur með að segja, líka þessu við, að hann hafi verið Íslandsmeistarar með Val þegar Ólafur Ragnar var kjörinn forseti og núna varu aftur forsetakosningar og núna myndi Óli koma og bjarga Valsmönnum. Mér fannst einhvern veginn umræðan svo mikið eitthvað, þú veist, keep calm, Óli reddar þessu. Já, mér fannst hann svona... Mér finnst það að Óskar er bara eitthvað kinda, skilja. Það veist, í þessum viðtölum og hann er náttúrulega bara hress og fyndinn gaur. Ég held að hann hafi bara trúið því að þessar örfáu sóknir sem Óli myndi taka að þær munu hjálpa liðinu að afgjöra róa boltan. Það er hvíla Geir líka, skilja. Já, ég segi það. Allur tími sem hann spilar, hvíla Geir. Á meðan hvíla Geir, að þá ertu þú með mann inn á sem getur bara að spila alla þessar rullu sem þarf. Ef hann þarf að skora 1 mark, 2 mark, 3 mark, 2 stóðsendingar, sending aftur í baki hornið, ef það er að hjálpa þeim, gerði ekki síðasta leik. Þú veist, hann hefur trúað þessu. Og ég ber virðingu fyrir því, þú veist, ef ég ætti bara einn Óla Stef, skilu, í 7. og 5. hverna sem ég var ég hugsi ég myndi nota hann ef ég mætti hann. Sko Valur... Það var yfirbara maður á öllum turnýringum, skilu. Valur þarf að sýna meira, bara meiri varnarleik, gæði í varnarleiknum, þeir þurfa að fá betri markvarslu til þess að jafna þetta einvigi. Þetta sé ekki spurning það hvort að Óli fara að lyfta sér upp 3-4 sinnum upp og skjóta. Þú sér það, við erum bara ræða leikir og við erum bara ræða Óla, skilja. Það er eitthvað svona, ég veit ekki. Þeir þurfa að ná betri varnarleik, sko Bubbi þarf að loka markinu. Það er það sem að gera þú skilir svolítið að í leiknum þegar Davíð Svansson hrekkur í gang. Og hann er alltaf stemningsmarkmaður. Hann er rosalegu stemningsmarkmaður. Geggjaður, sko. En talandi Óla Stef og Davíðssons, við skulum heyra hvað þeir höfum þennan leik að segja í leikslok. Nei, Ólafur, hvað fannst þeir eiginlega vanta upp á hann á úrslitum í dag? Bara allt eiginlega, sko. Bara vantar bit og fókus og betri vörn og það er eiginlega öll flóran, sko. Þeir ná svona, góðum varnarleik upp í seinni hálfleik sérstaklega, hefur verið svona að leggja grunninn á sigrinum þá? Já, það vantar bara haus hjá okkur, finnst mér. Þú veist bara, við verðum að gýra sig upp, við náum 2 daga í það og þetta er ekkert flókið, þurfum eiginlega ekkert að, þú veist, auðvitað þarf að fara í einhvern handbolta og kíkja á þetta og eitthvað svona, en það vantar bara bit, svona meiri skerpu á allt sem við gerum og já. Þú veist búinn að spila 1 leik áður í vetur, varstu alltaf að búast að spila meira? Það snýst ekkert mig, bara, snýst ekkert mig, snýst þetta lið og Val, þeir eru búin að vera flottir í vetur en eiga alveg fullt inni og eins og, já, bæði í frameinvíginu og síðan núna og við verðum bara einbeita sér,
bara komin með, já, bara með bakið upp í vegg og þá bara sést hverju komu. Tapa fyrsta leik á heimavelli vantarlega slæmt, en hvernig metur þú svona möguleikana að snúið svið? Já, bara góða ef að menn setja eins og segi, fókus í þetta og við, leiðið á fullt inni. Það eru góðu fréttinar en við erum að sýna. Þú vonaðu að spila eitthvað meira sjálfur? Skiptir ekki máli. Það er bara, ég er hluti af liðinu og kem í staðinn fyrir Ómar en við þurfum bara allir að vera fókusera. Engin svöru við það, hvort að þú spila meira? Ég ætla að veita ekki. Já, jú, ég mæti á mánudaginn, sko. Það er það. Ég meina, Ómar er meiddur og það vantar einn til að svona styrkja bekkinn og hafa einn örfenda þar. Við erum náttúrulega bara með 2 örfenda og það vantar einn, þannig að það er mitt hlutverk. Ég mæti á mánudaginn. Glaður að hjálpa uppeldisfélaginu? Já, ég vona ég geti það. Sjá hvað gerist. Við verum að einbeita okkur. Það er alls ekki nógu gott. Spilaði nú ekkert svakalega mikið í dag, en hvernig er standið að þér? Bara þokkalegt. Já, Davíð, svona átt að vera. Svona átt að vera, maður. Þetta var alltaf leið. Það er svona bara skilur ekkert almennilega á milli liðanna bara, fyrir bara, síðasta korterið, 10 mínútur. Þetta er það bara eins og við viljum hafa það. Við viljum hafa þetta aðeins mikið jafnt og skemmtilegt þannig að það veri sem mest action í kringum þetta. Þannig að þetta var bara ákveð stöðlýsing. Gríðarlega mikilvægt að byrja þetta einvígi á útisýri. Ég get ekki lýst því, sko. Það er bara fáránlega gott að taka fyrsta sigurinn hérna í Hlíðarenda. Það er bara, gefur okkur svo mikið, sko. Þið voruð með auka mann í stjúkunni. Já, við vorum með 15 menn, já, og það er bara rótira, það er nóg mönnum til. Hvað sér þið fyrir þér svona, þurfum við að laga helst svona áður en þið fáið á heim til ykkar? Það er svo sem ekki að laga neitt, það var bara að halda áfram að læra á þessum leik hvernig við getum opnað betur sóknarlega og við þurfum að fara yfir 5 vörðan okkar aftur, hún var ekki alveg að virka eins og við viljum. Þannig að við þurfum að nota hana meira þá þurfum við að stilla hana betur af og við þurfum bara að finna fleiri lausnir sóknarlega. Var það að ganga upp sem þið voru búin að leggja upp að stoppa Valsliðið? Já, svona að mestu leyti. Við veitum að þeir eru sterkir maður og mann og við þurfum að vera duglegir að hjálpast að í völdinni og svo sóknum líka að hreyfa boltan og vera láta ekki að fara að nappa okkur. Fóruð þið þér og hélst að Ólafur Stefánsson myndi fara að skjóta þig? Nei, ég hef alltaf hver langar ekki að spila með Ólaf Stefán. Ég var að setja mig að spila mót honum. Ég var nefndar að vonast til að myndi hitta einu svona markið en ég fikk nú að prófa það. Já. Þannig ég veit ekki, kannski næsta leik. Þið verður varðið skot frá honum það? Nei, ég reyndar að fóra einhvern æfingu. Nei, ég held ekki. Ég held að þið bara hafa ekki skotið á mig þá. Bara að vera bíða til því. Já. Takk fyrir þetta, góð gefur. Strafar, það er atvik í leiknum þar sem Valsmenn vilja að leikmaður afturhaldið kannski er rekinn út af í hraðarhlaupi, spilum þetta bara hérna meðan við ræðum þetta. Hvað segið þið? Er þetta rautt spjald? Við vorum að ræða þetta einmitt áður en þátturinn byrjaði, vorum að horfa á þetta, að rýna í þetta og sjá þetta hægt og annað. Byrjað þú bara, Fyrir mér er þetta næstu nákvæmlega satvik og var í Fjölnishúsinu daginn þegar leikmaður HK keyrir niður leikmann Fjölnis að fær 2 mynda brotthúsun, margir á þetta var rautt það keyrir bara utan í hann ekki í jafnvægi. Fyrir mér er þetta rautt og víti. Það er mitt mat á stöðunni. Rúli, sammála því? Nei. Þetta er fyrsta skipti í handboltakvöldi sem hann gerist. Ég er ekki sammála. Þessu góði gesti, hann er ekki að taka krákuna á þetta. Nei. Mér finnst það rautt, ég er bara karpa. Já, Já, það er við það. Ég er rautt. Ég hefði viljað sjá víti þetta. Hvað, víti og ekki? Bara víti? Vítakast og bara ekkert? Já. Það er galinn dómur. Mér finnst hann ekki vera alveg að strauja bara byggt átt henni. Hann er svona hlýtsamt og hann er ekki í jafnvægi. Ef hann kemur ekki hann, hvað er það næsta sem gerist? Það er bara dauðafæri. Við höfum oft séð bara víti og haldið leika. Þú ert auðvitað fótboltaleik, þetta er bara vítakast. Þetta er alltaf rautt. Já, ég myndi segja jafnvel frekar rautt og fríkast. Er þið báðir orðin á móti mig núna? Nei, ekki beint þannig, en það gerist samt, já, þú er bara átt á því. Rautt, já, ég er svo rautt. Ég vildi sjá víti. Það er náttúrulega bara glórulaust að hafa ekki dæmt víti á þetta. Það er náttúrulega bara... Já, líklega. Nú man ég ekki einu sinni hvað hann dæmdi, var bara innkast? Nei, bara fríkast. Bara, ekki neitt sko. Þetta var bara fáránlegt. Já, það var bara alveg, bara því miður. Ég er alltaf ósamlega svo dómur.
dómararnir höfðu engin úrslit áhrif í þessu leik. Nei, þetta var bara stórt atvik, skilur, Já, og allt það. Þetta gerist svolítið bara líka á crucial momenti fyrir Val. Af því að ef að Valur þarna hefði allavega bara fengið vítakast og skorað, það hefði snúið svolítið leiknum. En tíminn að hlaupa frá okkur rétt í lokin. Ég ætla að spyrja ykkur báða, þú ert reynda búinn að segja að Afturelding vinni þetta einvígi. Já, ég hallast það. Sagðirðu það? Já. Lúther, hvað segir þú? Afturelding vinni 3-1 með þessu. Þetta var Valur, já, 3-1. Já, ég er búinn að segja það að Valsmenn fari ekki úrslita leikinn áður í þessum þetta. Ég á Afturelding vinnur þetta. Ég ætla að vera ósamleikur og segja að Valur vinni. Þú ert eitthvað að reyna að vinna punkti Óskar Bjarna og eitthvað. Við Óskar það ekki svona. Hann vill vera Óskar Bjarni. Við viljum allir vera Óskar Bjarni. Óskar, þú á þriðjudaginn, það er bara svoleiðis. Herri, við látum þetta vera að loka orðin af Karlaþættinum. Við þökkum bara kærlega fyrir áhorfið og verðum síðan aftur á ferðinni næst þegar eitthvað að gerast í handboltanum. Takk fyrir.